7. mars fórum við frá Arnarstapa á Ingu PSH og sigldum út á loðnuskipunum sem voru 10 sjómílur vestan við Snæfellsnes. Þegar komum á miðin byrjuðum við að slaka GoPro mynduðum ofan í torfuna og eins og þið sjáið þá erum við þarna með 2 GoPro-vélar eða myndavélar. Önnur á að þola eitthvað 3000 metra dýpi því að við héldum að við værum að fara í eitthvað hardcore myndatökur en það kom í ljós að torfan var rétt undir bátnum. Þannig að við erum þarna að láta vélarnar síga ofan í torfuna og náttúrulega vissum við ekki hvað við vorum að sjá með GoPro-vélunum fyrir en kvöldið. En þarna sjáum við náttúrulega afraksturinn að þessum einföldum rannsóknum okkar. Það geta tekið eina litla myndavél og hent inn í sjóinn og náð þessum myndum. Og það sem kannski vandamáli við að mynda svona torfu þéttleikinn. Því ef þú fer of djúpt ofan í torfuna þá svo þétt að myrkrið að það ekkert ljós sem myndavélin þarf til að lýsa og annað sem náttúrulega kannski lindamálið að loðnan gríðarlega ljósfælin. Þannig að það smá kúnst við að reyna að finna rétta dýpið og eins og þið sjáið náttúrulega þéttleikinn á loðnunni mjög mikill þegar þú kemur lengra niður. Og það má segja eins og með þessu að það hafa allt heppnað strax í myndatökunum. En þar sem við vildum náttúrulega eitthvað meira þá þurfti að prófa fleiri tæki. Og þarna erum við ennþá að mynda og þarna kemur nýji dróninn okkar niður. Þetta í fyrsta skipti sem ég notaði þennan dróna og má segja að þetta hafa náttúrulega verið rétti tíminn fyrir mig að vían. Þarna getum við verið uppi og hort á skjá og séð hvað hann að mynda og stýrt honum. Og þegar ég sá á skjánum myndirnar þá setti ég niður á 9,8 metra og stoppaði þar. Þá var ég rétt fyrir neðan dreifðina og ofan við mesta þéttleikann. Og eins og ég segi stundum þarna sjáum við efsta lagið á torfunni þar sem við erum að mynda á leiðinni niður. Og ég kalla það að efst eða yst í torfunni það sem við kallar aumingjarnir eða dreifðin. Og svo þegar kemur aðeins lengra niður þá kemur þéttleikan og massan. Og einhver stað þarna á milli þarf maður að reyna að telja og finna út loðuna á rúmmetir því að leið og ferð dýpra þá eins og ég segi þá ekkert ljós. Það ekki takt að átta sig á þéttleikanum. Og þegar maður horfir á þessar myndir þá veltir maður fyrir sér hvernig getur ein torfa synt og hegða sér eins og einn fiskur og átt samskipti. Og að sjálfsögðu náttúrulega þegar ég sá myndirnar úr drónanum þannig að þá var náttúrulega ekkert annað í boði en að græja nýjustu myndavélina og reyna að koma sér í sjóinn. Eins og ég segi að kafarinn var náttúrulega að fórna sér og hoppa út í og reyna að mynda þetta. Því að mér vitandi hefur ekki verið kafað í loðnutorfu áður. Við höfum reynt að mynda í nót og við skip en það hefur svona gengið mjög misjafnlega. En svona til gamans að nefna einhverjar tölur og stærðir að þá var efsti hlutin á torfunni á einhverjum 6-7 metrum. Álfsén var þarna, fann þessa torfu morguninn og mældi þá torfuna 800-1000 metra langa, 250-300 metra breiða og 33 metra þykka. Þennan dag
var talið að það hefur veitt 10.000 tonn úr þessari torfu og ef maður leikur sér þess að tölum að þá er rúmmál torfunnar í sjó áætlað 7,5 milljón rúmmetra. Til gamans má geta þess að torfan sem fannst í Faxaflóa 22. annan var áætluð 102 milljón rúmmetra, cirka 13 sem stærri en loðnutorfan okkar. Og ég sem hef nú kafað víða og séð ýmislegt að þetta er náttúrulega það útrúlegasta sem ég hef séð á ævinni. Það sem ég finnst svona merkilegast að þennan dag sá ég engan hval og hafði lítið af fugli og fyrir utan hennar eina kafar sem þælist í torfunni sást ein marglitta og ein kangvelja. Annars var þetta bara dræg loðna. Takk fyrir.